vanalega byrjum við nú á fréttum dagsins hérna. En það það jafndagur á vor í dag, María. Já. Mér finnst að það stór dagur vegna þess að núna erum við með hálft árið í myrkri að baki og nú bara bjart framöndan. Já, nú fer bara að lýsast smám saman upp. Já. Það svona ákveðin huggun í því. Já, það alltaf verið að segja að maður er að fagna vetrasólstöðum, en það bara svo langt þá til að maður sér einhverja mun á að daginn sé að lengja. Já. Ég veit ekki, það kannski bara því að það búið að vera sól núna í nokkra daga og svona fallegt vetraveður. Að þá einhvern veginn var ég komið með svona tilfinningu að nú byrjað að birta eins. Já, en það ekki byrjað að hlýna. Nei, það alveg skýta kuldi. En það minni vindur og þá ekki kuldin eins nístandi. Nei. En þá bara meiri mengun. Já. Það eiginlega staðan í Reykjavík. Nei, í dag. Þú getur valið á því að hafa kalt. Já, eða mengun. Herðu, en þetta er merkilegu dagur að öðru leyti. Já. Það er nefnilega 3 ár í dag síðan að Rauðaborðið var sendið fyrst út. Já, við ættum náttúrulega að vera bara með afmælisköku hérna. Já. Þetta byrjaði, skal ég segja þér, á mjög svona skringilegan hátt. Það var að koma COVID og það var svona einhver hugdetta. Ég man ekki hverju var með, ég held að það verið Bogi Reynisson sem var með hugdettan. Alltaf byrjuðum við að senda út í stúdíó í nágrannans sem er Eyjólfur Einarsson listmálari. Bogi fekk það lánað og við settum upp svona svipaðu veru með hér og komu gestir. Kom Ásgeir Brynjar Torfarsson var með fyrstu gestunum. Drífa Snædal held ég að komið í fyrsta þáttinn. Sem og við vorum að ræða. En síðan hertist COVID ennþá, þannig að þá færðum við okkur yfir í Zoom. Já. Og það var eiginlega, ég kallaði þetta sjónvarp úr Elspýtustokk. Og þarna var þetta var unnið mikið í sjálfboðavinnu. Maggi Ómars kom með eitthvað dót sem hann átti. Ég kom með eitthvað og Davíð sonur minn og við byggum til stúdíóður og svo. En svo hefur Maggi farið til Danmerkur. Fólk við farið svona hérna á þessu átina. En á þessu grunni, þessari hugdettu, þá orðið til fjölmiðl. Já. Það voru ýmsir þættir gerðir þarna á þessum tíma. Já. Og sama tíma og svona á tímabili voru margir þættir í gangi á samstöðinni. Já. Og svona, já. Veit ekki okkur að þau dreigju því. Raunverulega geta allir hérna bara að samband við okkur og fengið að vera með þætti. Já, einmitt. En en núna samt Rauðaborðið náttúrulega búið að stækka og svolítið þenjast út og þannig að og við höfum tekið inn þætti eins og Guðmundur Hrafn var með þátt sem er Leiðandinn, en við höfum eiginlega bara feltað inn í Rauðaborðið. Já, akkurat. Hugmyndin er svo að við höfum eiginlega safnað upp í dagskrá til þess að fara með þetta í útvarp. Fólk hefur spurt svona hvernig þáttur er þetta Rauðaborðið og ég segi þetta svona eins og bítið. Já. Til þess að benda á að þetta er ekki kastljós. Nei. Heldur erum við að safna eiginlega í útvarpsstöð. Já, einmitt. Það kemur nú í ljós á næstu vikum, hvernig það gengur. Þetta er svona þáttur sem rúlar lengi og kemur alltaf eitthvað nýtt og breytast efnistökin. Já, þú mátt koma inn í hann eins og í útvarp er smíðað þannig. Já. Þú getur bara þú sest í bílinn og byrjar eitthvað. Einmitt. Þetta er þannig. Já. En svo er fólk sem að sittur eins og er allan þáttinn. Já. Sem að sendir okkur kveðjur og ábendingar. Einmitt. Þannig að það er fólk annað. Þetta er sendt út á Facebook og þetta er sendt út á YouTube og svo er þetta sendt út í hlaðvarpi líka. Já. En frá því að... Ég sæki þáttinn í gegnum Spotify ef ég sæki hann í hlaðvarpi. Já. En hérna núna þetta er stækkað og nú er til fyrirbrigði sem heitir Samstöðin EHF sem heldur utan um þetta og það er í eigu Alþýðufélagsins og í Alþýðufélaginu eru hlustendur, lesendur, við erum líka með fréttasíðu, samstöðin.is og áhorfendur sem að greiða svona ígildi ódýrar áskriftar á 2000 skall á mánuði sem eru félagar í Alþýðufélaginu og eiga þar með Samstöðina, þannig að Samstöðin er í eigu lesenda, hlustenda og áhorfenda. Eini miðlinni því. Já, RÚV á náttúrulega heita þannig líka. RÚV er alþingi sem að kýs
Það er í eigu stjórnmálaflokkana. Já. Sumir halda nefnilega að samstöðun sé í eigu Sjálfstæðisflokks, svo er ekki. Já, svo er ekki. Nei. Það er ekkit sama fólkið í Alþýðufélaginu og í Sósíalistaflokknum. Hellingarfólki sem er í Alþýðufélaginu er ekki í flokknum. Já. En samt heldur sumt fólk að þetta sé eins og flokksblað. Já, einmitt. Það er alltaf kannski, kannski að því það er náttúrulega heyrast alveg skoðanir hérna líka. Sem heyrast ekki annars þar. Sem ekki annars þar. Já, en hinga kemur fólk sem er í alls konar flokkum. Alls konar flokkum. Og engu flokkum. Einmitt. Ég held að sé ekkert svo mikið af sósíalistum hérna. Við erum náttúrulega í flokknum, en það við erum nú fyrst og fremst bara að þjóna öðru fólki hérna, við að spyrja það. Já, einmitt. Herðu, en það eru 20 ár líka núna frá tilhafi lausri innrás í Írak. Já, Bandaríkjamanna. Bandaríkjaman stóðu það. Já, og margar þjóðir gerust samsekar. Já, við vorum á lista yfir viljuga þjóðir. Já, einmitt. Sem var mikið áfallur í Íslendinga. Já, einmitt. Það voru gerðar kannanir, ég held að það veri yfir 80% sem vildi þetta ekki. Já. Nú tóku stjórnvöld þessu ákvörðun. Einmitt. Ég held að það veri sært svona sjálfsmynd Íslendinga sem alltaf litið á þessu sem herlausa þjóð sem fær ekki með ófrið gagnvart öðrum þjóðum. Einmitt. Og þetta gekk fram af miklu meirihluta þjóðarinnar. Já. Þessi ákvörðun. Hún gerði það. Já, einmitt. Það voru einmitt fyrsta skipti, ég man ekki nákvæmlega hvort það var 2005 sem voru fyrsta skipti mótmæli á 17. júní á Íslandi. Það sem var verið að mótmæla þessu, já. Og svo er líka komið í ljós að almenningur hafi líka rétt fyrir sér eins og oft er. Já. Að þessi innrás var algjörlega óréttlætanleg. Hún var algjörlega óréttlætanleg. Og það náttúrulega bara komið í ljós smá saman. En, já. Hvað er með meira? Heyrðu, Xi Jinping er komin til Moskvu. Já, hitta besta vinni sinn. Hitta vinn sinn í Moskvu. Þú komst aðeins inn á þetta mitt áðan í fréttayfirlitinu. Þú ætlar að ræða við einhvern í þættinum Já, mikla sérfræðinga. Það er Valur Gunnarsson sem er sérfræðingur í Rússlandi. Hann nú stundu komið hingað bæði til að tala um Rússland og Úkraínu. Hann er Rússlands sérfræðingur sem að sérhæfði sig í Úkraínu og Hvíta-Rússlandi. Já. Þess vegna er hann hérna svo víða sóttur sem sérfræðingur út á Úkraínustríðinu. Nó að gera hjá hann núna. Og svo Geir Sigurðsson sem er Kína sérfræðingur. Já. Og við ætlum að ræða að því að það er svo margt að breytast í heiminum bara út af þessu stríði og út af allt í nöru þessi tvö ríki farin að upplifa sig sem bandamenn sem er ekki sjálfgefið vegna þess að það eru í sögunni eru það anstæðingar þau fara í stríð oftar en einu sinni og þeir stilla sér svolítið upp sem svona mótvægi við Vesturlönd. Já, einmitt. Þannig ég ætla að tala um þetta líka svona hvað Pútín telur þetta er náttúrulega viss sigur fyrir Pútín að fá sí til Moskvu. Af því að það er engin komið ánga nema Sýrlands kongur. Já, einmitt. Hann mætti sjálfur til Úkraínu til Mariupol var það ekki í gær, Pútín? Já, helgina. Já. Hann var að svara heimsókn Katrínar til kenningars. Heldurðu? Heldurðu það ekki? Ég stóri eða það. Hann mætti þarna eins og í skjóli myrkus. Já. Svo komið fréttir eitthvað svona hann talaði við eitthvað fólk sem voru út á götu og það komið fréttir að efasemdir væri þetta að vera íbúar Mariupol. Já, hann hafi tekið með sér til þess að leika. Mér finnst það nú svona, þú veist allir það minnst Pútín nýtur mikil stuðnings í Rússlandi og það skal enginn segja mér annað en að finnis einu fjölskylda. Það má vel vera að hann hafi tekið það með sér. Það er náttúrulega fólk þarna líka sem er bara rússneskum uppruna, það eru rússar í rauninni. Það eru eitthvað svona fólk sem að myndar einhverja leppstjórnanda. Þannig að ég held að sé að finna frænku landshöfðingjans. Það verða aðrar erlendafréttir. Já, ríkisstjórn Frakklands heldur velli eftir stóð af sér vantraust. Naumt, að meina 9 atkvæðum. Man ekki hvort það var 200
hvað það voru 77 á móti 286 eitthvað cirka bát. Já, einmitt. En það held ég að hann sé feginn því að hann er náttúrulega búin að setja í gang stjórnarkreppu. Já, Þó svo að hann hafi staðið þetta af sér. Já, Það er hann náttúrulega ljóst að þjóðin vill þetta ekki nei. og hann taldi sig að hafa þingstyrk. Svo þegar það kom í ljós hann hafði ekki þá þröngu hann þessu gegn. Já. Í rauninni, þetta er svona næstum því ástæða til þess að segja af sér, sko. Þetta er svo, en hann gerir það ekkert, sko, nei. Ok, við farum í bankakrepuna. Já. Ég ætla nú að eitthvað að nefna það við Þorvalda eftir. Já. Það var það sem gerðist helgina að það þurfti að bjarga Credit Suisse. Já, UBS. Það er stærsti banki Sviss, étur þann næstasta. Og það var gert þannig að UBS gaf út hlutabréf og lét hluthafana í Credit Suisse fá. Þau fengu það með við svona markasverð á 40% af því verði sem að var þegar hann lokaði á föstudeginum. Þá hafði banki náttúrulega fallið einhver, ég manna ekki hvað það var, 50% í þessu viku. Hann ef þú ferð sko 10 ára aftur í tíman eða 3 ára aftur í tíman, að þá er þessi banki búin að falla svona 98% áður en að kemur að því að það skorið þarna niður. Þannig að hlutarnir höfðu náttúrulega hort fram á mikið tap. Það sem var hins vegar merkilegt að það eru skuldabréf sem heita AT1 sem eru svona bréf sem hafa voru búin til í bankarhruninu til að vera endur þess að banka við heim, sem eru skuldabréf á háum vöxtum til þess að fjármagna banka og þau eru með þau ákvæði að ef að banki lendir í vandræðum að þá eru þau afskrifuð. Já, ok. Þannig að þessi skuldabréf eigendur njóta minni verndar heldur hluthafarnir. Þannig að þeir tapa fyrstir. Já. En það er töluvert að þessu bréfum út allan heim. Og það var einhver tíman áður verið semst feld, það var hvað heita, Banco Publicum eða eitthvað á Spáni með eitthvað 2017 eða eitthvað. En það kom öllum á óvart að þetta var 2500 miljardar sem að sturtuðust þarna niður. Og það var það sem að ég held að við vakið mikinn óróa á skuldabréfamörkuðum. Já. Þannig ef fólk vil fylgjast með skjálftanum, það verður fylgjast með skuldabréfa mörkuðum. Og þetta eru raunin einhvers konar, eða hvað, nei, þetta er ekki beint ríkisskuldabréf. Nei, þetta er það sem einstaklinga kaupa. Já, einmitt. Nei, síðan er sett í, ég man ekki hvað upphæðin var, það var eitthvað 1500 miljardar eitthvað sem að Seðlabankinn lét fylgja með þessu, það sem að UBS gat gengið á. Þá var það hugsað til þess að verja ef það er álaup á UBS í morgun, að þá myndi sko Seðlabankinn hlaupin tilbaka. Þetta er til viðbótar við eitthvað 750 miljardum sem að Seðlabankinn hafði hent í Credit Suisse í síðustu viku. Og núna er hort til First Republic sem er í Bandaríkjunum. Já. Hans skelfur hafði tapað eitthvað 30-40% af verðmæti sín í dag. Þannig þetta heldur áfram. Já, Ásgeir Brynjar hefur verið þarna og hann verið að útskýrta og þeir eru svona háir vextir að þá kallar það fram veikleikan í bönkum og það þarf ekki alltaf að vera sami veikleikin. Það er ekki að vera Silicon Valley bankin, hann fjall ekki af sömu ástæðu og Credit Suisse. En það voru sömu orsakirnir af því hann lendir í vandræðu núna. Þetta er athyglisvert. Þetta er einhvers konar svona keðja en samt einhvern veginn ekki. Þannig að skjálta, þá var landsfundur VG um helgina. Já, það var kannski smá skjálti þar líka. Og hrópaði af Katrínu. Kom í ljós að þetta var utanflokksmaður. Já. Þetta var Akureyri, það er alltaf utanbæjamaður sem að gera eitthvað af sér. Núna er utanflokksmaður. Það var vist með íslenska fánan með sér. Já, sem að þykir merki þjóðurnis. Þjóðurnishyggju. Já. Þau samþýtt alls konar hluti og skattleggja einn ríku og voru bara mjög róttæki í svona ýmsum samþýttum og ég var eitthvað að horfa á þetta á vefnum og sá það að einhver sagði að það vonandi þau standi við þetta eftir næstu kosningar. Þau eru aldrei í ríkisstjórn, sko. Þau eru ekki að býða eftir kosningum. Það þarf ekki að býða eftir kosningum, þau náttúrulega bara standa ekki við þetta.
Nei, þetta svolítið skrítið að flokkur samþykki stefnu sem þvert á stefnu ríkisstjórnarinnar. Já, þetta svona eins og ákveða hverju við myndum breyta ef að við réðum ekki. Þetta svona, þetta svo augsnúið. Ég var nú eitthvað að reyna að vera fyndinn og svo sagði það að þau þyrftu að brjótast til stjórnarandstöðu til að ná ykkur að þessu fram. Ég held það, sko. Það ég með minnir að í einhverjum viðtölum hafi Ögmundur Jónasson sagt að flokkurinn hafi haft meiri árið þegar stjórnarandstöðu heldur en í stjórn. Já, ég held að það sé svolítið til í því, sko. Já. En ég held að það sló mig alveg rosalega þegar Katrín var spurð daginn, sko, vegna hvort það var út af útlendingafrumvarpinu og að fólk var að segja svo flokknum okkur svo leiðis og það var greinilega mikill órói meðal flokksmanna og ósætti við þetta og eitthvað svona og þá segir Katrín Já, en við náttúrulega bara erum vönd því við stöndum okkur alltaf vel í mótvindi. Og ég hugsaði með mér, sko, hvernig getur þetta verið mótvindur ef þetta eru hennar eigin flokksmenn? Það er ekki mælikvarði á mótvind, myndi ég segja. Mótvindur er meira þegar þú ert að berjast við einhvern andstæðing, skilur. Þín eigin flokksmenn er ekki andstæðingarnir þínir. Þannig að þá einhvern veginn slóða mig, sko, hvað einhvern veginn þau horfa ofbóðslega skakt á þetta. Það er eins og, sko, þau sem eru þarna í frontinum í ríkisstjórninni, þetta er svona eins og þau, sko, og svo flokksmennirnir séu einhverju aðrir. Og ríkisstjórnin annað. Já, ég er að segja það. Svarið þeirra spurt, sko, þá er það svona, það kom fram hér á þinginu, almennur bara sátt og ánægja með störf ráðherrana í ríkisstjórn. Já, vilji til að halda áfram. Já, sinna ráðherra, sko, ekki ríkisstjórnina. Heldur bara að þá er það hugmyndin svo að Guðmundur Ingi ná einhverju fram í félagsmálandinu, Svandís ná einhverju fram í matvælaráðuneytinu, en ekki það að flokkurinn sé að standa fyrir ríkisstjórninni. Þetta er svolítið skrítið. Þetta er mjög skrítið. En það var og líka það þú ert að tala svona hvernig þegar Katrín svara þegar hún spurði veikastöðu flokksins í könnunum, þá segir hún að þetta er nú bara kannanir og við höfum oft staðið okkur svo vel í kosningum. Það er ekki alveg rétt, sko. Það eru dæmi til dæmis 2017 að þá mældist flokkurinn með allt upp í 26% bara örskömmu fyrir kosningar og fekk tæp 17. Þannig að þetta er flokkur sem við líka tapaði í kosningabaratu. En mér finnst þetta að vera líka svona, þú veist að maður eigi ekki að taka til kannana. Það er kannanir sína náttúrulega svona ákveðna afstöðu almennings á hverjum tíma. Og í lýðræðisríki þá eiga stjórnvöld að taka með að vilja lýðsins. Ekki bara að ná í atkvæðin á 4 ára fresti með einhverjum kosningabaratu. Það var eitt sem að var á þessu þingi sem að var ræða Aðalsteins Árna Baldurssonar formanns Framsýnar sem að var mjög áhugaverð. Það var ágætis frásögnafinni, ég hef ekki séð þessa ræðu, það var ágætis frásögnafinni inn á Heimildin. Og þar er hann upp í ræðupúlti og hann talar sem gestur en hann lýsir yfir, sko, sérstöku trausti á VG og Katrín Jakobsdóttur. Sem að, sko, verkalýðshreyfingin hefur svikið, sko, þessi ríkisstjórn hefur svikið verkalýðshreyfinguna, mikið af loforðum sem voru gefið í tengslu við lífskjarasamningana. Pakkin sem að stjórnvöld komið með núna var mjög veikur. Húsnæðisstefnan er í maski og er að bara éta upp kaupmátt launafólks. Þar fram til göttuna, það var mjög skrítið. En svo einnig eiginlega allir ræðinni að tala eiginlega gegn Eflingu. Já, sérstakt. Þetta er náttúrulega bara afar sorglegt. Herðu, hvað meira? En svo við snúum okkur kannski yfir í gleðilegri fréttir að það er hinn alþjóðlegi hamingjudagur í dag. Já. En við Íslendingar eru... Ertu hamingjusömmari? Ég hef aldrei skilið þetta hugtak hamingja beinlinni, sko, að því, minnst það er að vera hamingjusamur á svo mörgum levelum, held ég, og svo ekki, sko. En Íslendingar eru hamingjusamir? Heyrðu, við erum í 3. sæti núna, en við höfum verið í 1. sæti. Við erum þá hamingjusamur með fólksfjölda, er það ekki tekið þessu? Ég veit það ekki, en við erum allavega í 3. sæti á eftir Dönum og Finnar eru trónaðan í efsta sæti.
En mér finnst nú alltaf svo merkilegt sko að þetta er oft sömu þjóðirnar sem eru sko hamingjusamastar og þunglindastar. Finnarnir dæmi það. Já, og Íslendingar líka, þeir hafa líka held ég mælst svona. Já, ég held þetta séu einhverju svona rosa öfgar í þessum þjóðum. Þannig gæti ég trúða sko. En ég sá að einhver fulltrúi frá landlækni var að tjá sig á hamingjudaginn kannski út frá þessar könnu þar sem kom fram að unga fólkið er ekkit, er ekki hamingjusamt. Nei, það er ekki eins hamingjusamt sko. Það er að dala hamingjan hjá ungu fólki. Þannig að það er svona áhyggjuefni. Það talaði einmitt hjá landlæknisembættinu að þetta hefði sennilega byrjað að koma fram í COVID-inu að fólk fyndi sig ekki svona það hefði ekki hlutverk einhvern veginn, það hefði engin þörf fyrir það og það skapaði einmannalega. Fólk var einangrað COVID. Við fjöllum aðeins aukna vanseld í síðustu viku, þetta halda áfram í þessari viku. Ég tók viðtal í dag við Viðar Halldórsson sem er alveg briljant, en við ætlum ekki að spila það í kvöld, við ætlum að spila það líklega á morgun. Það er bara fullur þátturinn okkur í kvöld. En þetta er mál sem við ætlum að halda áfram að fylgjast með. Það var eitt sem að mér fannst athyglisvert varandi svona krakka hér, ég var aðeins að spyrja barnið mitt hvað svona einkennir íslenska krakka eða unglinga meðan við erlenda og því var svona veltaði fyrir mér hvað einkennir Íslendinga út frá þessu líka og þá segir 17 ára barnið mitt já, við erum ekki hræddu að labba inn í skólan okkar út af ofbeldi það var það sem munurinn þannig að mér fannst það svolítið svona dapurlegt í rauninni þú veist að ef að krökkum farið að líða aðeins verð að þá samt líði þeim aðeins skára því þetta er ekki rosalega slæmt skilur þannig að þetta er ekki eins slæmt á í Ameríku þar sem að krakkar eru bara með nót í magan með að lappa inn í skólabygginguna að því einhver getur farið að skjóta en já, við skoðum við höldum áfram að skoðum það var Eddan í gær, horfður á það? Nei, ég horfði nú ekki á það en ég las það, verbúðin rakaði inn velunum fekk bara held ég öll velun sem svo til öll velun sem hún tilum til það sem að mér finnst vera áhugaverði það og ég bara eftir að verbúðin sló náttúrulega í gegn er það fyrir árið síðan eða er það lengra? Ég held að það sé bara eitthvað ár síðan það er klárast byrjaði á jólinn og klárast svona í byrjun februar-mars að það er ekki búið að gera samningum season 2 Nei það er óskiljanlegt ef þú var í RÚV var ekki búin að panta annað, þetta er bestlukka efni Ríkisútvarpsins síðan Guð má vita hvenær. Ég hefði náttúrulega pantað annað season. Það var sería eftir sem að Þráinn Bertilsson gerði sem að gerist í Vestmannaeyjum. Ég var einhvern veginn ekki á landinu, einhvern veginn ekki tengdur en ég sá hann ekki. En hún var svona sem allir voru að horfa á. Það kannski hægt að líka því saman. En annars þarftu bara að fara ég veit ekki hvert. En af hverju ekki búið að gera nýjan samning? Ég veit ekki. Þetta er viðkvæmt pólitískt mál. Þetta er bara eins og Benedikt Erlingsson sem að fekk ekki. Maður skilur stundum ekki hvað er í gangi. Kannski vilja þau, kannski nennar þau ekki að búa til nýja verbúð. Að þetta sé pólitíkin hjá RÚV sem að sé að valda því. Kannski vill Vesturport ekki gera nýja verbúð. Já, kannski ekki. Við erum að spyrja hvernig þessu. Við þurftum að komast að því fyrst, sko, kannski áður en við, já, einmitt. Þetta er alltaf þegar þætti fara í gang. Þá er alltaf bara spurt bara þegar þeir eru svona rétt hálnaðir hvort þessi búið að gera samningu framhald. Það var til dæmis þegar Katla var á Netflix sem var nú held ég mislukað þáttur og kom í ljós. Að þá var byrjað að velta fyrir sér hvort að Katla 2 væri og svo kom í ljós svona að það er ekki náhuga því. Það var bara komið í ljós, ég held að það var alltaf verið búið. Ég held að... Leina kannski 3 vikur frá það var sýnt. Ég held að sé búið að gera samningum annars í svona vitjunum. Þannig að ég held að, eitthvað er gert. Sko. Hvað heitir þarna sem að Ólafur Darri leikur lögguna sem að Baltasar framleiðir? Já. Er ekki komið 4 sísón á því? Hvað heitir það? Kuldi, frost, ófærð. Ófærð, já. Það er búið að gera 3 sísón á því. Já, einmitt.
Við viljum fleiri verbúðir. Fleiri Við erum að verbúðir. vita hvað hérna verður auðin Já. sem að kvótakerfi bjóð til. Þetta endar náttúrulega í bankahruninu, þessi peningar. Það endar náttúrulega í bara stórkostlegri samfélagsbreytingu í Íslandi. Sko þau þarna í Vesturporti eiga náttúrulega að gera sko framhald með sömu karakterunum sko í gegnum síðan hrunið og allt þetta. Já, ég held að verða að vera sömu karakterandir. Já. Annað pínandi svindl. Já. Ef að fara bara að fjalla eitthvað annað, Nei, lóðdýraræktin. voru að elda þetta fólk sko, lóðdýra- voru að elda peningana. Lóðdýrabúin. Lóðdýrabúin, nei. Það viljum það ekki. Nei. Herðu, já, það var nóg að gera á Alþingi í dag. Já. Og þingmenn voru svolítið að munnhöggvast. Já. Inga Sæland hérna bara af sér sakir. Já. Við fundum til klippa því, ef við ekki bara enda kannski fréttir dagsins á því fréttir að dagsins á því. hlusta á Ingu Sæland. Já. Fullir það að hún sé ekki rasisti. Þetta er merkilegt, það er líka þegar Já. menn fullir þessi ekki rasistar. Já. Það getur fólk velti fyrir sér hvað þetta snýst. Hvað ræðan snýst. Kíkjum Svo kemur Þorvaldur Gylfason hér strax á eftir. Þetta nexli með ekki birtingu Lindarhvolsskýrslunnar, þá kem ég hér upp í öðrum erindagjörðum. Ég kem hér upp til að bera af mér sakir. Því þann 15. mars síðastliðinn þá vændi hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir mig útlendingaandúð. Ummæli þingmannsins urðu til þess að ég ákvað að leggja máli fyrir forsætisnefnd. Ummæli hv. þingmanns úr ræðustóli Alþingis eru sérstaklega til þess fallin að kasta rýrð á mig persónulega og geta kallað fram illmælgi og rópuð gagnvart mér í þjóðfélaginu. Ærumeiðandi og til þess eins ætluð að sverta mannorð mitt, þessi ummæli þingmannsins, háttvirts, þar sem hún fullyrðir að ég sé haldin útlendingaandúð er að gefnu tilmæli, einstaklega særandi fyrir mig og mína fjölskyldu. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.